Það svona lífsnauðsynlegur sigur í fallbaráttunni og þeir eru svolítið að setja hana í alvöru fallbaráttuna fyrir síðustu 4 leikina. Hver svona þín fyrstu fyrir þetta leik? Já, bara geggjað. Við erum á lífi í þessu og já, eins og sig. Tímabilið heldur bara áfram og það bullandi spenning í þessu og þannig viljum við hafa þetta. Og þessi 3 árin fyrir eftir og allt galopið. Það er nefnilegt þarna í hlutkestinu, voru þið búin að ákveða í klefanum áður en við gengum á völlina að byrja undan sólinni. Strákarnir sem alfarið þetta. Ég er ekki að spila leikinn. Þeir þurfa bara að finna tilfinningu fyrir því hvort með vilja byrja á annað. Og þetta kom alfarið. Já, við unnum hlutkest sem sagt. Þannig að þeir á botni fælt í þessu. Ég vil meina að markið ykkar sem leiks skoraði þarna hafi verið sóli blindar allan og boltinn leikurinn. Það lítur að hafa verið léttir að sjá hann inni svona snemma í leik. Já, mjög gott. Alltaf gott að skora mörk og sérstaklega komast yfir. Mjög gott. Þið voru að verjast vel og fengu heldur færi til að, eins og við lokin til að klára þetta en boltinn vildi ekki inn. Hvernig ertu svona heilda framistæðan? Hvernig fannst þér leikurinn hjá þínu lið? Mjög góður. Mér fannst því svona höndla bara spennustíði líka bara vel. Við töluðum fyrir leik að vera bara rólegir, vera bara slagir og henda öllu á vöxlunum á okkur og njóta þess að vera hérna. Það er forréttindi að fá að spila svona leik og hafa einhverju að keppa í staðinn fyrir kannski að vera í einhverju leik sem skiptir einhver máli. Það er náttúrulega erfitt að vera í þessari fallbaráttu en ég meina það er þvílík forréttindi að spila svona leik. Núna farið inn í 4 leikir eftir og þið farið bara inn þá er bara hver einasti leikur úrsta leikur fyrir ykkur það sem eftir er. 3 leikir eftir. 3 leikir eftir segi? 3 leikir eftir, já, það er bara, þannig átt að vera líka og það gerir mótið miklu skemmtilegra að vera í lifandi baráttu og alveg það til að mótið er búið. Þannig já, bara mjög gott. Þessi sigur hlýtur að gefa liðinu risi sjálfsögð fyrir eins og síðustu 3 leikina. Fáið Þórsarana heim á Greinvík í alvöru nágrannaslag, hvernig líst þér á það verkefni? Það er gríðarlega spenntur. Það er alltaf gott að spila Víkinni og hvað þá nágrannaslag mútið Þór og við erum bara spenntir, hlökkum bara mikið til. Þið ætlaði að fara þangað og bjóða Þórsarana velkomna og taka jafnvel 3 stig bara í þeim leik? Það er markmið. Herru, takk.